Við ætlum að læra eins mikið og við getum formerkjakannanir. Byrjum á bara þessari ójöfnu. X í öðru stærri en x plus x. Til að leysa þetta þá höfum við okkur mjög svipað og við myndum gera ef þetta væri jafna. Það er að segja drögum x og 6 frá báðum megin og þá x í öðru mínus x mínus 6 stærri en 0. Og eins og jöfnu væri að ræða að þá þáttum við og það er að koma hingað. Ef þetta væri jafna, þá væri bara næsta skref það að x plus 2 sinnum x mínus 3 jafnt á 0 myndi þýða það að þessi svíi væri 0 eða þessi svíi væri 0 sem myndi þýða að x væri mínus 2 eða x væri 3. En það er flóknara að það hefur með ójöfnu. Og þegar maður er komin hingað í lausn á ójöfnu þá gerir maður svona formerkjakönnun sem er í rauninni bara talnalína og fyrir ofan talnalínuna þá setjum við x og fyrir neðan talnalínuna þá setjum við x plus 2 sinnum x mínus 3. Þannig að við erum að kanna formerkin á þessari stærð. Ok, og það sem við gerum er að við merkjum á talnalínuna allar þær tölur sem gefa 0 í stærðar okkar, sem eru þær tölur sem ég var að nefna áðan, sem eru sem mínus 2 og 3. Og svo setjum við það á talnalínuna þannig að þær séu bara í réttri stærðarröð. Mínus 2 er minna en 3, þannig að þetta er röðin sem við höfum. Ok, og fyrir neðan línuna að þá segjum við, þetta er hugsað þannig að ef x er mínus 2 að þá er þessi stærð 0. Að við fáum mínus 2 plus 2 sem er 0 sinnum mínus 2 mínus 3 sem er mínus 5. Þannig að 0 sinnum mínus 5 er 0. Ok, ef x er 3 að þá erum við með 5 sinnum 0 sem er 0 líka. Þannig við merkjum akkurat þær tölur sem láta þessa stærð vera 0. Ok, og svo er hugmyndin í formerkjakönnuninni að við erum að kanna hvenar þessi stærð er jákvæð og hvenar hún er neikvæð. Og hugmyndin er svo að þessi tala er bara margar mismunandi tölur eftir því hvað x er. Ef x er 0 þá er þetta 3 sinnum mínus 3 sem er mínus 6. Ef x er 1 þá er þetta 3 sinnum mínus 2 sem er mínus 6. Já. Og hugmyndin er svo að ef að stærðin er jákvæð á einhverjum stað og fer síðan að verða neikvæð að þá hlýtur hún að fara í gegnum 0 í leiðinni. Þannig að við sláum því fastu að ef x er stærri en 3 að á öllu því bili að það sé sama formerkið, annaðhvort plús eða mínus. Og líka hér, á milli mínus 2 og 3 er bara eitt formerki, bara plús eða mínus. Af því að til þess að skipta úr mínus yfir í plús, þá þurfti maður að fara í gegnum 0, sem er bara gert hér og hér. Jæja. Ok, þannig að til þess að finna formerkið á öllu þessu eina svæði hér, þar sem x er stærri en 3, að þá þurfum við bara að finna formerki einhvers staðar á því bili. Og það er til dæmis bara með því að velja eina tölu, til dæmis 4. Það er bara einhver tala sem er stærri en 3. Og athugum hvað gerist ef við látum x vera 4.
og þá fáum við 6 sinnum 1 sem jákvæðtala. Og þá veitum við að ef x er stærri en 3 að þá þessi stærð jákvæð og við setjum plús hérna. Ok, og svo veljum við bara einhverja tölu á milli sem á þessu hérna bili, á milli mínus 2 og 3, til dæmis 0. Og þá fáum við tvisvar mínus 3, það setjum við 0 inn fyrir x hérna, sem mínus x, sem neikvæðtala. Þá veitum við það, að sama hvaða tölu á milli mínus 2 og 3 við setjum, að það kemur neikvæðtala út og þá setjum við mínus hérna. Ok, og svo setjum við bara einhverja tölu sem minna heldur en mínus 2, til dæmis mínus 3. Hvað myndi gerast ef við setjum x játt og mínus 3 og þá fáum við mínus 1 sinnum mínus 6 sem 6, sem stærri 0. Ok, mikil tilviljun að það kom alltaf 6, mínus 6 og 6, en það eina sem skiptir máli að það komi jákvæðtala, neikvæðtala og jákvæðtala. Þannig að þá vitum við að þessi stærð jákvæð ef x er 3, ef x er stærri en 3, og jákvæð ef x er stærri en 3, 0 ef x er akkúrat 3, neikvæð ef x er á milli mínus 2 og 3, 0 ef x er akkúrat mínus 2 og jákvæð ef x er minna mínus 2. Ok, og svo horfum við bara á hvað stendur hér. Hérna stendur stærra en 0 og stærra en 0 þýðir það sama og jákvætt. Þannig að við erum að leita því hvenær þessi stærð stærra en 0, hvenær hún jákvæð. Og við merkjum það inn á formerkjakönnunina. Það sem plúsin hér, plús og plús. Og þá getum við lesið af formerkjakönnun að lausnamengið L jafnt og allar tölur sem minna en mínus 2 og síðan líka allar tölur sem stærri en 3. Þannig að þetta lausnamengið, það mætti líka skrifa bara þetta hér. Ok, þetta var einfaldast að gera inn af formerkjakönnun. Þannig að þetta bara fullkomin lausn á dæmi. Jæja. Og nú ætlum við bara að finna út hvað annað geti gerst í formerkjakönnunum. Hér stóð x plus 2, x minus 3 stærra en 0. Ef það stæði x plus 2, x minus 3 minna 0, þá væri formerkjakönnun okkar alveg eins. Það væri 0 hér, plus, mínus, plus, það var bara nákvæmlega sama, en af því að stæði minna 0, þá værum við að leita að mínusnum og þá erum við mínus 2 minna en x minna en 3. Ok, þannig að maður merkir ekkert alltaf plusinn og maður merkir ekkert alltaf mínusinn, það fer eftir því hvort það stendur minna 0 eða stærra 0. Ok. Þegar formerkjakannir, þegar stærðirnar fara að verða flóknar, þegar fara að verða bara x minus 3 í þriðja veldi, x plus 2, x minus 1, 2x plus 9, x minus 5 í fimmta veldi, eitthvað svoleiðis, að þá erum við komið með 1, 2, 3, 4, 5 tölur sem 0, þannig að við þurftum þá að stinga inn, eins og við gerðum hér, þá þurftum að stinga inn ekki bara 3 tölum, heldur 6. Og það fer að verða leiðigjarnt og það til önnur leið til þess að finna út hvort það plús eða mínus hvort það plús eða mínus og hvort það plús eða mínus án þess að stinga tölum inn. Þannig að við gerum bara nákvæmlega sömu formerkjakönnun og áðan, bara x hér, x plus 2 hér og x minus 3 hér, minus 2, 3 og 0 og 0, við erum hérna. Í staðinn fyrir að setja 4 inn,
Já, í rauninni þá byrjar maður alltaf bara á að setja einhver tölu inn sem er stærri en 3. En í staðan fyrir að setja 4 að þá getum við bara ímyndað okkur að við setjum bara einhverja tölu sem er stærri en 3. Eins og til dæmis bara 100 eða 1000. Bara eitthvað. Og þá sjáum við að ef að x er 1000 að þá er þetta cirka 1000, 1002 og þetta er 997. En það eins skiptir máli er að þetta eru 2 jákvæðar tölur. Þannig að við þurfum ekkert að fá akkurat einhverja tölu út sem er jákvæð, heldur sjáum við bara að ef x er stærri en 3 að þá er þá er þetta margfeldi 2 jákvæðartalna, þessi sem er jákvæður og þessi sem er jákvæður, að þá hlýtur margfeldið að vera jákvætt. Af því að margfeldi 2 jákvæðartalna er bara jákvæð tala. Ok, og svo vitum við að þegar x hættir að vera stærri en 3 og fer að vera minni en 3, að þá hættir þessi svíi að vera jákvæður og fer að vera neikvæður. Og ef við erum með a sinum b sinum c sinum d og ein þessara talna er neikvæð en hinnar er jákvæðar, að þá er allt margfeldið neikvætt. Ok, og svo þegar við þegar x hættir að vera stærri mínus 2 og fer að vera minni mínus 2, að þá fer þessi svíi líka að vera neikvæður og þá er þetta margfeldi 2 neikvæðartala sem er jákvæðtala. Þannig að án þess að stinga neinum tölum beint inn, að þá vitum við að það er plus mínus plus í þessari formerkjakönnun. Ok, svo bara fyrir venlega. En ef það væri x plus 2 í öðruveldi og x mínus 3, já, það segja x plus 2 í þriðjaveldi og x mínus 3 í öðruveldi. Ef við verðum að kanna stærðin á formerkin á því. Og setjum við bara þá tölu hérna inn. Töluna sem við merkjum hérna inn, þær hafa ekki breyst. Það er bara 3 og mínus 2 og það er plus lengst til hægri. Út af því að ef við setjum bara einhver tölu inn sem er 100 eða eitthvað, bara einhver tala sem er stærri en 3, þá er þetta bara jákvæðtala í öðru veldi sem er jákvæðtala í þriðja veldi, sem er bara jákvæðtala, ekkert mál. Ok, en þegar x hættir að vera stærri en 3 og fer að vera minni en 3, að þá fer maður að horfa á þetta hérna veldi. Af því að jákvæð tala í öðru veldi er jákvæð, en neikvæð tala í öðru veldi er líka jákvæð. Af því að eins og við höfum oft lært að mínus sinnum mínus er plus, sem þýðir að þessi plus hann breytist ekki í mínus, heldur verður hann bara plus. Þannig að við erum bara búin að læra það að þetta hérna þýðir þá, þetta er tvöföld rót, heitir þetta. Það þýðir að ef svíinn er í öðru veldi, að þá breytist formerkið ekki. Og ef svíinn er í fjórða veldi, þá breytist svíinn ekki. Eða sem sagt formerkið ekki. Ef svíinn er í sjötta veldi, þá breytist formerkið ekki, út af því að neikvæðtala í sléttuveldi er jákvæðtala. Þannig að þessi svíi er jákvæður og svo bara heldur hann áfram að vera jákvæður. Hins vegar, hér er oddatöluveldi sem þýðir að þessi hérna þreföld rót. Og það þýðir að þessi svíi, hann hættir að vera jákvæður og fer að vera neikvæður. Út af því að tala í þriðjaveldi, neikvæðtala í þriðjaveldi, hún er neikvæð. Þannig hér kemur mínus. Þannig að maður þarf að fara að hugsa veldin. Ef það er bara ekkert veldi á sig, þá heitir þetta bara einfaldar rætur. Og ef þetta væri til dæmis bara í stærri 0, ef við erum að lesa það, þá myndum við merkja inn það sem er plusinn. Og lausnamengið er frá -2 og upp í 3 og frá 3 og upp í
óvandarlegt. Svona. Ok. Hvað myndi vera að gerast hér? Ef við förum bara í eitthvað svona. Stærri eftir 0. Bara x minus 3 í þriðja veldi, sinnum x plus 2, sinnum x minus 1, sinnum 2x plus 9, nei, þess að delt með 2x plus 9, sinnum x minus 5 í fimmta veldi. Og setjum annað veldi einhvers þar. Eða, já, ég setja annað veldi hér og fjóra veldi hér bara til að gera þetta skemmtilegt. Þá, það er bara allt þátt að hérna, þannig að formerkjakönunin það breytist aðeins hvað maður gerir þegar það er svona brot. En það sem við gerum er að við bara söfnum saman öllum rótunum, en rótin í þessum svega er 3, það er sem sagt talan sem lætur þennan svega vera 0. Rótin í þessum svega er minus 2, það er að segja talan sem lætur þennan svega vera 0. X getur 1 gefur þennan 0. Þetta er minus 9 aðrir sem lætur þetta vera 0 og þetta hérna er sem sagt 5. Og það er bara spurning að setja allar þessar tölur í stærðarröð. Minnsta talan er minus 9 aðrir, svo kemur minus 2, svo kemur 1, svo kemur 3 og svo kemur 5. Svo látum við þetta bara heita f af x, setjum það hérna f af x. Þegar þetta er svona óskaplega stórt þá nennum við ekki að setja það hérna. Ok. Áðan þá setjum við bara 0 undir allt. En ef að x er til dæmis 5, að þá er þetta bara einhver tala deilt með 0 og það bannað að deila með 0, sem þýðir að talan sem lætur þetta hérna verða 0, lætur vera 0 undir striki, við setjum ekki 0 þar undir, heldur setjum við svona þetta merki, sem þýðir bara hér er deilt með 0. Ok, en við setjum 0 á alla hérna. Ok, og svo bara getum við verið snöggað þessu ef við notum bara þessa aðferð að bara hvort er þetta 2-föld eða 3-föld eða þannig að það skiptist ef það er oddatöluveldi, það skiptist ekki ef það er sléttöluveldi. Þannig að lengst til hægri er ef x er bara 100 eða eitthvað að þá er þetta bara allt í ákvæðatölur. Þannig að það er plús lengst til hægri. Þetta er 5-föld rót sem er oddatala þannig að það skiptist. 3 er 3-föld rót sem er oddatala þannig að það skiptist. 1 er 4-föld rót sem er sléttala þannig að það skiptist ekki. Sléttala. Sem sagt, veldið er slétt. Ok, minus 2 er sem sagt svíinn er í öðru veldi sem er sléttala þannig að það skiptist ekki. Þessi er í fyrsta veldi sem er oddatala þannig að það skiptist. Formerkjakönnun lokið. Mínus, plús, 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 mínus, plús. Og við viljum vita hvenær þetta er stærra í eftir 0. Þá veljum við alla plúsana. Það er hér, hér, hér og hér. Þannig að við bara pössum það að svona tölur sem eru gefa 0 að það er mega vera með af því að jafnt og 0 má vera með en tölur sem gefa 0 undirstriki það er mega ekki vera með. Þannig að við höfum opinn punkt hér. Þannig að lausnarmengi hér er frá minus 9 öðrum upp í 3, 3 fær að vera með og frá 5, 5 fær ekki að vera með og upp í óendanlegt. Þannig að þetta var örugglega mjög hratt gert. Þannig að það er kannski að horfa á þetta aftur til þess að ná vel utan um þetta hérna. En það er verða í rauninni ekkert miklu flóknari formerkjakannanirnar. Það er bara þetta.